margir sem spurja sig að því af hverju eru sumir sem svara betur lyfjameðferðum heldur en aðrir í krabbameins meðferðum og eina orsökunum gæti verið að það sé virkjun á svona nýuppgötvuðum stressferli frumna sem að virkjast oft við kælingu. Þessi aukning á virkjun verður einnig hjá krabbameinsfrumum stundum og ef svo þá er það tengt aukinni lifun og betri svörum við ákveðinni gerðum af krabbameinslyfjum. Kæliferillinn er alltaf að koma upp og þetta hefur þegar verið nýtt pínu til að draga úr aukaverkunum, til dæmis það er til svona kælihettur en með því að kæla hársvörðin þá virðist draga úr hártapinu. Þannig að það sem við vonumst til þess að geta gert er að skipuleggja, kortleggja og komast betur að því hvað er það sem er að gerast í þessum kæluferli, hvernig hann virkjast og þess háttar. Við höldum að þessi ferill sé eitthvað sem við getum haft áhrif á. Við höldum að þessi svörun gegn einhverju hlutverki í hvernig fólk svarar krabbameinsmeðferð og líka hvernig fólk þolir krabbamein. Hversu lengi fólk lifir með krabbamein, í rauninni. Nákvæmlega. Og kosturinn við að rannsaka eitthvað sem hefur verið rannsakað lítið áður og það er meiri líkur að geta fundið eitthvað. Salvör er óvenjuleg, bara ágætt að segja það, að hún er sem sagt læknir, fullmenntaður læknir og hún er að fara í svona grunnvísinda doktorsnám. Og það er svona frekar sjaldgæft. Ég held okkur vanti fullt af svoleiðis fólki og hún notar alveg óbóðslega flotta nýja aðferð sem byggir á þessu CRISPR-Cas-kerfi. Það sem hún getur slegið út eða umbreytt öllum genum erfðamengisins og svo athuga hver hafa áhrif á þennan ákveðna feril. Það er gríðarlega mikilvægt að fá styrki fyrir þetta fólk sem vill þjálfa sig á þennan hátt og við erum óbóðslega þakklátt fyrir þennan styrk og þetta eiginlega kemur þessu verkefni af stað. Við hefum fengið litla styrki áður en þetta er svona stærsti styrkur sem við fengið. Þannig að það var bara óbóðsleg gleði þegar við fengum þetta. Innilega þakklátt. Við þökkum og bara kærlega fyrir. Já, takk fyrir.